Komið sæl. Í dag þá var hvellur sem kom á land og hafði einkum áhrif á austanverðu landinu. Sjáum hér lægðina sem olli honum, hún er á leiðinni í burtu en vindurinn hann fór á einni stöð yfir 30 metra á sekundu. Það var í Bjarnarey. Næst þar á eftir var það Fróðárheiði með 28 metra á sekundu en þar fóru hviðurnar í 50 metra núna í morgun. En við sjáum hér á þessari mynd sem tekin var rúmlega 2 í dag að það var nú víða bjart veður, það létti einnig til hér á austanverðu landinu þegar leið á daginn, þannig að það er hér hæðarhryggur sem stjórnar og þetta var stund á milli stríða því að hér kemur næsta lægðardrag, þykknar upp í kvöld og nótt. En við sjáum það hér á þessari mynd þegar lægðin fer í burtu hefur áhrif Skandinavíu en hér sjáum við síðan að það kemur nýtt úrkomubelti til okkar suðvestlægar áttir. Það heldur áfram næstu daga en á hitasviðinu þá sjáum við að það er kalt loft sem er svona á leið í burtu. Hlýtt loft tekur við, það hlýnar síðan ennþá frekar á mánudaginn þegar við sjáum hérna þó nokkuð hlýr loftmassi kemur inn, hefur helst áhrif á austanverðu landinu. En núna í kvöld og nótt, það er engin úrkoma en það er að þykna upp hér vestanvert landið og það bætir heldur í vindinn frá því sem verður í kvöld. Byrjar að rigna í fyrramáli hér vestan til. Í fyrramáli þá er þetta svona 8 til 15 metra á sekundu, einna hvassast hér á norðvestanverðu landinu, mögulegt að þetta fari upp í 17-18 metra á sekundu þar við fjöll, Vestfjörðum og til dæmis hér við Tröllaskaga. Það er einnig smá strengur hér með suðausturströndinni og víða rigning hér eins og sjáum á alveg mest allt vestanvert landið en þegar við holdum áfram inn í daginn þá við sjáum hér að úrkoman hún nær aðeins inn á Vestfirði, mögulega verður þurrt þar alveg norðan til á morgun en þessi úrkoma dreifir einnig úr sér hér yfir norðaustanvert landið. Ég býst við að það verði svona úrkomi lítið hér á suðausturlandi. Gæti alveg fallið kannski 1 eða 2 dropar en ekkert sem að kvartar undan þannig. En við sjáum hér það búið að draga úr vindunum hér á norðvestanverðu landinu áfram. Er strekkingur hér við fjöll fyrir norðan og hitatölurnar þar eru þetta svona 7 til 12, 13 stig hjá okkur og síðan þegar við horfum áfram fram eftir degi að þá svona er að draga úr úrkominu. Við sjáum hér nú vallan á inn á Vestfirði en fram á mánudag þá er að snúast til suðlægari áttar og það er svona heldur að bæta í vindin ef eitthvað er fram á mánudag og upp í svona 18 metra víða. En hér sjáum við að verður nú nokkuð bjart hér austanvert landið og hitatölunar jafnvel að það fari upp undir 20 stig hér austan til á Héraði og á fjörðum en vestan til þá er þetta nú bara rigning og súld og svona 10 stig. En þegar við höldum áfram á þriðjudag þá er svona keimlíkt veður en heldur daufar útgáfa frá því sem verður á mánudag. Það dregur úr úrkominni og einnig vindunum. Hitatölunar heldur að lækka þó það verði nú áfram hlýjast hér allra austast. En verður einnig þessi strengur hér með suðausturströndinni en annars staðar verður þetta mun hægara svona 5 til 13 metra á sekundu. En á miðvikudag þá er útlit fyrir að það verði þurrt og víða jafnvel bjart hjá okkur. Hitatölunar svona alveg sæmilegar, 10 til 15, 16, 17 stig þegar best lætur og það er mögulega að þetta haldi áfram fram á fimmtudag eða föstudag þannig að við fylgjumst spennt með því. En hér sjáum við síðan í Skandinavíu að þessi lægð hérna sem olli hvellunum hjá okkur, hún er að hafa áhrif þar. Skil frá henni fara hér yfir Finnland á morgun og er hér norðarlega í Noregi og Svíþjóð. Sunnar þá er hiti alveg upp undir 20 stig og víða bjart. Þessi hæð hér hún teygir anga sína vel til austurs inn í álfuna og svona mjög bjart hér og sæmilegar hitatölur má segja en þegar sunnar dregur þá er þetta orðið skúrakenndara og víða þrumuður eins og til dæmis á Spáni þar sem hefur verið eitthvað flóð. En hjá okkur á morgun það er suðvestlæg átt 8 til 15 metra á sekundu og rigning vestanvert landið og svona rigning með köflum norðaustan til en að mestu þurrt suðaustanlands. Við segjum þetta gott í bili. Þakka ykkur fyrir og verið sæl.